Hljóðkerfisvitund. Hljóðkerfisvitund er tilfinning og næmi einstaklings fyrir uppbyggingu tungumálsins. Það að geta hugsað og talað hljóðkerfi málsins og vita að málið er samsett úr setningum, orðum og hljóðum. Það er þessi vitund einstaklingsins hvernig hægt er að greina talmál niður í smærri hljóðeiningar og hvernig vinna má með einingarnar á mismunandi vegu. Góð hljóðkerfisvitund felst í því að hafa góða tilfinningu fyrir öllum hljóðeiningum málsins, geta til dæmis sleppt úr, bætt við og eða skipt hljóð og hljóðeiningar í orðum. Í þessu felst líka vitneskjan að hljóðin í tungumálinu eiga sér táknmyndir sem heita stafir. Hljóðkerfisvitundin er afar mikilvægur grunnur fyrir lestrarnám, því þegar við höfum áttað okkur á að málið er sett saman úr hljóðum og þegar við getum talað þessa smá eininga málsins, þá erum við tilbúin að læra að lesa. Þannig að góð færni í hljóðkerfisvitund er mikilvæg til að eiga möguleika á að ná góðum tökum á lestri. Hljóðkerfisvitund felur í sér að geta greint mun á hljóðum í málinu og geta leikið sér með þau, til dæmis að geta greint úr hvaða hljóðum orð eru búin til, geta tekið orð í sundur og sett þau saman aftur, eða breytt þeim í eitthvað annað, til dæmis með rími. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum á mismunandi aldri víða veröld sýna að enginn einn þáttur hefur jafn stöðug og sterk tengsl við lestur eins og hljóðkerfisvitund. Börn sem eru meðvituð hljóðeininga málsins eru fljótari að átta sig á tengslum stafa og hljóða og nýta sér þá þekkingu til að umskrá stafi í hljóð við lestur. En hljóðkerfisvitundin er nokkuð óhlutbundin og börn eru oft mjög ómeðvituð ýmsa þætti hennar þar til að athygli þeirra er beinlínis beint að þeim. Hljóðkerfisvitund felur í sér eftirfarandi færni. Í fyrsta lagi rím, að geta rímað, sagt til hvaða orð rímar ekki með öðrum og geta búið til rímorð, eins og til dæmis ríma orðin kisa og skór eða að finna orð sem ríma, hvaða orð rímar við orðið hús eða hvaða orð rímar ekki í rauninni mús, hús, bíll. Sundurgreining er annar undirþáttur. Það að búta setningar niður í orð og búta orðin svo niður í atkvæði og hljóð. Við getum verið að telja orð í setningum, talið atkvæði í orðum og sundurgreint hljóð í orðum. Svo er það líka til dæmis að sundurgreina, dæmum það hvernig við sundurgreinum orð í setningum. Við getum klappað saman lófunum fyrir hvert orð sem við heyrum í setningunni stelpan borðar matinn sinn, klappað atkvæðin í orðinu tígrisdýr og svo þetta að sundurgreina hljóð í orðin. Segðu með hljóðin sem þú heyrir í orðinu moka. Með hljóðgreiningu er átt við það að greina stök hljóð í orðum. Til dæmis, hvaða orð heyrir þú aftast í orðinu blóm? Eða hvaða hljóð heyrir þú fremst í orðinu sófi? Eða heyrist í orðinu blóm? Og með hljóðflokkun er átt við það að geta fundið og flokkað orð, til dæmis eftir upphafs- eða endahljóði. Hér eru fleiri þættir. Í orðhlutaeyðingu erum við að tala að geta endurtekið einstaka orðhluta samsettra orða, til dæmis að geta sagt orðið húsbíll án þess að segja hús eða án þess að segja bíll, hvaða orð verður þá eftir? Svo er það hljóðtenging, að tengja hljóð saman í orð. Hvaða orð er ég að segja núna? S, ó, l. Og svo er þetta að þróa þetta enn frekar. Við getum þjálfað börn í því að eyða hljóði. Til dæmis segðu orðið kanna og segðu svo orðið án þess að segja k. Hvaða orð segir þá? Eins getum við eftir okkur að bæta við hljóðum. Til dæmis segðu orðið hest og bættu svo við ur í enda orðsins. Við getum eftir okkur að skipta á hljóðum í orði, eins og til dæmis að breyta hljóðinu í orðinu melur og setja s í staðinn og segðu svo nýja orðið. Þá er það orðið selur. En þetta er alveg svona fyrir lengra komna í þessari vinnu.
En þetta þróast svona stig af stigi frá því einfalda og til hins flóknara. Og svo er það sjálf umskráningin sem er ekkert annað en lestur. Það er að átta sig á því að hver stafur er tákn fyrir ákveðið málhljóð og barnið þarf að læra hvaða stafur stendur fyrir hvert hljóð. Hljóðkerfisvitund þróast með tímanum frá leikskólaaldri. Hún eflist smám saman með aukinni málþekkingu bæði á tal- og ritmáli. Börn læra fyrst einfaldari hljóðkerfisþætti en fá síðan smám saman aukna tilfinningu fyrir dýpri og erfiðari hljóðkerfisþáttum. Þau byrja að eflast í þessu þegar við erum að kenna þeim vísur, runur og þulur, sem gjarnan innihalda hrynjandi og rím. Ef börn eiga erfitt með að læra vísur og runur, þá er það oft vísbending að veikleikar geti verið til staðar í hljóðkerfisvitund. Sagt er að vitund að orð séu samsett úr atkvæðum byrji við svona 3 til 4 ára aldur. Við 4 til 5 ára aldur geta börn farið að ríma og við 6 ára aldur þróast hljóðavitundin sem felst í skynjun og stökum málhljóðum. Börn eiga erfiðast með að ná dýpstu lögum hljóðkerfisvitundar sem eru smæstu einingar málsins, eins og það að víxla, eyða eða bæta við hljóðum í orð. Þær einingar eru ekki eins greinanlegar og stærri hljóðeiningar, svo sem orð og atkvæði. Og á myndunum sjáið þið dæmi stigþyngjandi verkefni sem reyna á hljóðkerfisvitund svona gróflega. Að lokum þá eigum við sem betur fer mikið af alíslensku efni sem er mjög gagnlegt í vinnu með hljóðkerfisvitund og ég nefni hérna nokkuð dæmi eins og Lubbi finnur málbein, Ljáðu mér eyra, Markviss málörvun, Lærum og leikum með hljóðin, Froskaleikir hoppa, Legðu við hlustir og svo vefsíðurnar fjölbreyttar kennsluaðferðir fyrir 4 ára krakka, vef mms.is og skólavefinn sem dæmi. Og það er vel hægt að mæla með öllu þessu efni, en athugið samt að nota þetta efni markvisst og velja efni sem hæfir aldri og getu í hvert sinn. Og það er líka mikilvægt að vera með börnunum þegar þau eru til dæmis að læra á þessi smáforrit í spjaldtölvu. Gangi ykkur vel.